Hvernig á góður texti að vera? Hann var nú fyrst og fremst að vera rétt stuðlaður og rímaður að mínu mati og svona samhengi í efni, ekki sitt beinið að hverju tíkinni. Eins og mér finnst nútíma textar vera, þeir eru mjög illa sambyggðir efnislega. Heyrir þú vonda texta? Já, miklu meiri nóg af þeim og þó ennþá er músík. Ég þoli afar illa rockið og poppið. Hvað eru þínir textar? Allt mögulegt? Eða? Nú tölvöld mikið sjó. Já. Nú eitthvað hálfu velgja svona í ástæðum að það ekki mikið. Og svo land, þjóð og tungu eins og það stendur. Og þetta eru orðið óhemjulegt magn af textum. Veistu hvað þeir eru margir? Ég veit það ekki sjálfur fyrir víst, en ef að við tökum með allar þýðingar, til dæmis, þá heyrði ég einhver tala að við myndum vera 300 til, bara í útvarpin á flötum og böndum. Þú sagðir áðan að þú heyrðir vonda texta og kannski þaðan að verri tónlist. Finnst þér menn gæta sín á því að varðveita tunguna í gegnum þessa texta? Já, það er nú svolítið bót í málið, það er nú ákaflega erfitt að heyra orðin í mörgum þeirra og tungan er nú ekki hátt skrifið, því miður finnst mér tungan fara hrakandi. En það er eitt sem ég vil nefna, að það er Bubbi Morthens, að hann er að læra að yrkja eins og maður Íslendingur. Það þykir mér mjög virðingavert. Mér skilst að vera að hann læra stuðlasetningu og það er mikil bót. Kvöldið er okkar og vorum vagla skó. Við skulum tjalda í grænum berjamór. Leiddu mig vinur í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og virkir hríslan grær. Leikur í ljósum, lokkum og hangandi rósum. Leikur í ljósum, lokkum inn vaggandi blæ. Dagperlur glitra dalinn færist rók. Draumar þess rætast gistir vagla skó. Feldrauðu skini á kræki líkið slær. Kyrrðin er friðandi, mild og áburvær. Leikur í ljósum, lokkum og hangandi rósum. Leikur í ljósum, lokkum inn vaggandi blæ.
Eru skáldmenn í ættinni þinni? Já, móðurættin er gegnsýrð af skáldum, meðal annars 2 foramæður mínar sem báðar hétu Þórunn, mjög góðar og svo ég er náttúrulega af þessu þingeyska stórkyni skálda eins og þú. En Kristján, hinn ungi sem kemur þarna í Eiðarskóla, varstu feiminn þar? Nei, ég hef nú aldrei þjáðst ákaflega mikið af feimni, ekki heldur það. Nei. Og ungir piltar á þeim árum, voru þeir ekki kátir og fjörugir og sterkir og var slegist og var elskast? Nei, ég skal segja þér það að þessir tímar sem að þá gengu yfir okkur, það voru tímar fegurðar, rómantíkur, ljóðurænu ásta. Varstu rómantík? Ég flaugst að vísu dálítið á við nokkra pilta, ég hefði gaman að því, en yfirleitt var það rómantík og fegur sem við dáðum. Norðanlands skarta fjöllin með fjóluslæðum, falla ár niður dali í silfurstrengjum. Mannshjartað fagnar önn á miði og engjum, ángan í lofti hljómar af þakkarkvæðum. En fegurst og kærust þú verður mér Akureyri og unaður hvergi meiri. Kær ert þú einnig í miðsvetrar mjallarhjúpi, merla ljós þín á drifhvítu fanna hafi. Laufana tré og húsin í hálfu kafi, hrímþokan lippast yfir fjarðarins djúpi. En bratt geng fyrr sól yfir súlur og skín í hlíðum, þar svífur æskan á skíðum. Göngum við ofan eyri á júní kveldi, undur þá birtast í formum og líta vali. Blámóða sveipar byggðina, fjöll og dali, baðast snævangar kaldbaks í sólar eldi. Í blíkandi pollinum björt þú mynd þína lítur, en bátur þann speil brýtur. Rís mikil fjöll og tíin á verði vaka, vítt þó og glæst til sjávar og dala skygni. Þjóðvegur enn er Eyjafjörðurinn lygni, allir sem kveðja horfa með þrá tilbaka. Og mínum hug þú bær hins eilífa bláa og borg hinna grænu trjáa. En fugli sem flýgur í austur fyllt yfir hafið með þrá. Og vestfirkur jökull sem heilsar við horf í hylling með sólvana brá. Segir velkomin heim, þau verma hinn þögulu orð. Sértu velkomin heim yfir hafið og... Þú tekur þig vel út í skipstjórastólnum, Kristján frá Djúpalæk. Er það ekki? Jú. Hefur þau nokkuð tíma komið á sjó? Nei, það er nú ekki mikið um það. Ég hafði nú aldrei komið í Hallormsstaðaskó þegar ég orti nótt í Allavík. Nei, en þú yrkir togarasjómenn og þeirra líf var miklum nannleik. Meira að segja togararnir talast við. Af hverju ortirðu þessi dægurlög sjómanna sem síðan hafa ómað í eyrum landsmanna í áratugi? Til þess líka nú margar ástæður. Í fyrsta lagi er ég fæddur og uppalinn á Sjáarbakka. Flestir bændur áttu báta og röru eins og afi mér sagði til fiskjar. Og það gerðum við nú reyndar líka heima. Og á einum bæ í sveitinni var útgerð. Þar voru bræður sem gerðu út bát og seltuðu sjálfur og unnu fiskinn. Einn af þessum piltum var Ágúst Pétursson tónskáld. Og við byrjuðum snemma að vinna saman. Gefur á bátinn við Grænland og gustar sigluna kall. En togara sjómanni tamast það að tala sem minnst það all. En fuglinn sem flýgur í austur fyllt yfir hafið
með þrá og vestfiskur jökull sem heilsar við horð í hilling með sólróðna brá. Segir velkomin heim, þau verma hinn fögulu orð. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, þá megið við störfin borð. En ég þungt brimið við Grænland og gista þar kýs ekki nei. Hvern varðar draum þess og vonir og þrár sem vakir þar hljóður og vei. En handan við kólguna kalda býr konan sem fagnar í nótt og raular við bláheigan sofandi son og systur hans vaktandi ljóð. Sértu velkomin heim, að vestan er siglt gegnum ís. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, og Hornbjargur djúpinu rís. Og Hornbjargur djúpinu rís. Nú ert þú feikilega afkasta mikill rithöfundur. Ert þú ekki með eitthvað í smíðum núna? Ég er alltaf að fást við þetta því að ég segi eins og Stefán G. sagði stundum, ég byrjaði venjulega bréf sín svona, ég var svo heppinn að verða lasinn, þess vegna fékk ég tíma. Ég var nefnilega svo heppinn að missa heilsuna á miðjum aldri og gat ekki mokað skít og þess vegna sá þjóðin mér fyrir þeim lífeyri að ég gæti sitið hér og búið til söngva fyrir hana, því allir þurfa að syngja. Og núna einmitt er ég að undirbúa ljóðabók fyrir haustvertíð. Leggur þú mikið upp úr því að hægt sé að syngja þín ljóð? Ég álít að þetta sé fjarskalega skylt að svo ljóð og lag og það eru til þau ljóð sem bókstaflega hafa tónlistina með sér. Hún er í textanum. Það bara þarf einhver að skrifa lagið upp. Og þar að auki er þetta frá minni hálfu. Það er hvortveggja að reyna að hamla á móti erlendum söngvum og einnig er þetta orðin fjármál. Bókstafleg. Lífið brauð að búa til svo kallaða dægurtexta. Ég skal nú glens og gaman, við getum spjallað saman. Gáum hvað þú getur, vinur gettu hver ég er. Verðlaun ég þér veiti, ef að veistu hvað ég heiti. En hvað er þú í villu, þetta vil ég segja þér. Hér sérðu línu langsokk, tralla hopp, tralla hei, tralla hopp, tralla satt. Hér sérðu línu langsokk, já lína það er ég. Svo þú sérð minn apa, með sæta litla fína apa. Herra Níels heitir, já hann heitir reyndar það. Hérna höll mín gnæfir, við himinn töfra borg mín gnæfir. Sástu annan færi, eða frægðar meiri stað. Hér sérðu línu langsokk, tralla hopp, tralla hei, tralla hopp, tralla satt. Hér sérðu línu langsokk, já lína það er ég. Jahú! Hvar er hann Herra Níels, segir það? Hann er
Íslendingar hafa löngum þótt dulspakir og lagt rækt við þá hluti sem ekki verða skýrðir eða skilgreindir til hlítar. En þrátt fyrir alla dulspeki Íslendinga og öll þau dæmi sem þeir kunna segja af yfirskilvitlegum fyrirbærum og dularfullum atburðum, þá engu líkar en eitt atriði hafi jafnan orðið útundan, fortilveran, endurholdgunin. Slíkt eru aðeins fáar, strjálar og óljósar sagnir hér á landi og þeir sem eitthvað þykjast hafa þar fram að færa vilja sem fæst það ræða. Enginn hikar við að segja frá reynslu sinni hafa hann séð vofu eða heyrt rödd úr öðrum heimi, kynnst álfafólki eða rabba við ættingja sín á miðilsfundi þar sem þeir eru komnir á æðra tilveruplan. Hins vegar eins og enginn vilji kannast við að hafa lifað áður. Stór hluti þjóðarinnar trúir því statt og stöðugt og þykist raunar hafa órækar sannanir fyrir því að hann eigi framhaldslíf fyrir höndum þegar þessu lífi lýkur. En þá enginn Íslendingur sem hefur lifað öðru lífi á undan þessu. Ég var myrtur í síðustu jarðvist ásamt nokkrum félögum mínum og skelfing þeirra stundar fylgir mér í þessu lífi. Forsagan töluvert löng. Fyrsta minningin bundin því að ég bý með föður mínum og systur á fátæklegum stað. Það ást og eindrægni í því húsi. Allt í einu koma einhverjir menn sem að líktust okkur. Við vorum hvítri menn en þó ákaflega sólbrenndir, dálítið indverskir. Þessir menn rændu systur minni, þeir fóru með hana burt, þetta olli djúpum harmi og var til þess að ég yfirgaf þessar æskuslóðir mínar. Og mér finnst að ég hefi gengið til austurs. Ég gekk yfir langt nes og breitt og þegar ég kom yfir nesið blasti við mikill flói. Handan þessa flóa var mikill fjallgarður. Hann gekk í sjó fram í svörtum háum klettum en var aflíðandi, lækkandi inn til landsins. Ég gekk svo fjörusand með hafið á vinstri hönd en á hægri hönd var mjög hávaxið sefgras. Þetta virtist vera afar breitt láglendi og í gegnum það féllu ósar til sjávar. Ég vissi að í þessu háa sefgrasi voru leyndar hættur, villudýr eða eitthvað annað slíkt og hafði ótta af því. Ég gekk þennan sand mjög lengi, kom loksins að fjallgarðinum, gekk svo það sem mér finnst, ég mætti segja suður og upp í fjöllin. Ég hafði ákveðið erindi, ég vissi hvað ég var að fara og til hvers. Það dimmir og hljóðnar í Davíðsborg, í dvala sig strætin þakka, í bæn hlýtur svölun brotleg sál frá brunni himneskra daga. Öll jörðin sveipuð jólasnjó og jatan úlfasvaka. Og stjarnaskín gegnum skýjahjúp með skærum lýsandi bjarma og inn í fjárhúsið birtan berst og barnið réttir út arma en móðirin sælasti sponni heims hún sefur með brot
kyssir angan. Í huga flytur hann himni þögg og hjalar við reifast rangan. Svo gerir hann krossmark, grípur fram og kyssir barnið á vangann. Við báðum Kristján frá Djúpalæk að rifja upp nöfn þeirra horfnu skálda sem hæst hafa borið í sögu bæjarins. Ég vil endilega muna að annað frægasta skáld eða rithöfundur Íslands Akureyringur. Þó hann veldi hér stutt þá hann tengdur Akureyri. Það Jón Sveinsson, nonni. Og Matthías, hann kom hér fullorðinn maður og frægur en vann hér mörg afrek og var líka mikill andi. Hann ofar okkur öllum held ég. Nú svo það Davíð Stefánsson, hann kom utan á Galmaströnd, hann setti mikið svip á þennan bæ og var að því leyti merkilegastur að mínu mati. Það hvað hann túlkaði samtíð sína vel. Og ég held að Davíð hafi svarað manna best til þeirra hugmynda sem þjóðin gerði sér skáld, hvernig skáld ætti að vera. Hann orti eins og við hugsuðum, rómantískur, heitur. Ég held að sagnfræðingar framtíðarinnar sem vildu skyggnast inn í hugarástand þjóðarinnar milli styrjaldanna myndi græða einna mest á því að lesa Davíð Stefánsson. Nú þú ort Akureyri, finnst þér auðvelt að yrkja þennan stað? Kannski ekki beint Akureyri sem einhvern ákveðin blett af jörðinni. Það fremur andrúmsloftið, það gróðurinn, fuglarnir, sunnanáttin, sólin. Þetta hérna nýkomið fyrir ofan bæinn yndislegur staður sem heitir Kjarnaskógur. Þar geng ég flesta daga og það voða gott að hugsa þarna. Það líður vel. Hvaða áhrif hefur hafgólan sem hér kemur alltaf á daginn og skáld? Ég hef ort hafgóluna, hún ágæt. Þegar kallum hann stundum útrænu, það fallega nafn. En það svo einkennilegt að þetta eins og að drottinn sé alltaf að sanna okkur að það sé eitthvað fleira til í veröldinni sól. Það eru líka að kæla okkur svolítið. Gera það með hafgólu? Það gerir með hafgólu. Ljósin björt í bænum blíki skæru varpa yfir löndin auð, spegla sig í sænum syndara græn og rauð. Og hve gott að eiga ykkur fyrir vini, vinjar vetrar kvelds, þeim bljúr býður birtu sólar elds. Óttu bans í anda, yfir myrka vegi, gefa lífi lit, ykkar stjörnu augu, ykkar perlu glít. Seint síðir þá kom ég að einkennilegri höll. Kannski mætti ég kalla það klaustur. Að sjá þetta tilsýndar þá var þetta einkennilegt því að það voru bæði á því húplaþök og turnar. En það sem mér þótti skrýtnast, það voru einhver gluggar á þessu húsi. Þegar ég kom að höllinni, þá kom á móti mér ungur og fallegur maður og hann heilsaði mér eins og Þórbergur sýndi okkur að Indverjar heilsuðu. Og ég fór með honum inn í þetta hús. Þar voru fyrir svona 10-15 menn á svipuðri reki. Við vorum fremur ungir allir. Mér var svo fenginn sérstakur klefi til að búa í og það var dimmt þar inni. Þó var mér lýst með einhvers konar einkennilegri lukt. En mér þótti einkennilegt líka að þessi fylgdarmaður minn, hann fór upp á einhverja hækkun og tók stein úr veggnum og þar fékk ég lítinn glugga. Nú,
það sem við höfðum fyrir stefnu þarna, það var bóklestur og skriftir. Mér finnst að við hafa verið að rannsaka eða kerfisbinda einhver fornfræði og þetta var trúarlegt, tvímælalaust trúarlegs eðlis. Raun og sé ég alveg fyrir mér þetta letur, það var einkennilega ferkantaðir stafir, það var eins og væri einhver hástafir, það voru allt lágstafir, en nokkuð breiðir. Við komum saman á kvöldin, fannst mér, í einhverjum ofiltum sal og rökræddum niðurstöður hvers og eins eftir íhugununa. Bárum saman bækur okkar. Nú, ég minnist þess líka að við höfðum heldur slæman aðbúnað þarna. Það var kalt þarna, það var rakasamt, það var dimmt. En við höfðum einhver skinn til að hlúa að okkur. Ég man eftir svörtum feldi þykkum. Og ég man eftir matnum, hann var mjög fábrotinn. Við myndum kalla það geitorost eða eitthvað slíkt. Það var einhver hvítur mjöður líka sem ég veit ekki hvað var sem við drukkum með þessu. En við vorum hamingjusamir, en við vorum ákaflega miklir munkar og alvöru gefnir. En við höfðum þá tilfinningunni að við áttum óvini, þó ótrúlegt sé. Og svo var það eitthvert sinn að við erum að búa okkur til ferðar. Ég minnist þess að það voru greypt í veggi þessarar hallar sólkringlur. Það voru hringar, skornir fannst mér í veggi og gengu örvar út frá. Mér fannst að vera tákn sólar en þó finnst mér ekki að við hafa verið hreinir sóldýrkendur. En mér finnst að einhvers konar fyrirlið okkar hafi bent okkur á að sýna virðingu þessu sóltákni áður en við fórum í þann leiðangur. Og enn finnst mér að við göngum suður og upp í þessi fjöll og þá allt í einu erum við umkringdir af litlum svörtum óvinum. Ógeðslegar persónur og grimmar, villimannslegar. Við vorum búnir sjálfir einhverjum smá stuttum vopnum, spjótum eða hnífum. Þeir voru einnig með svipuð vopn og sóttu mjög að okkur. Við vorum harðskeyttari en við vorum ákaflega fáir, þeir voru mjög margir. Þetta endaði með því að þeir sem ekki féllu af okkar mönnum, þeir voru teknir fastir. Við vorum leiddir að klettagjá og það var lagður ás á milli tveggja kletta. Við vorum fjötraðir á fótunum, hengdir upp á þessa ása og hengum með höfuðið niður. Það var hreint ekki þægilegt. Þá var komið myrkur, það var mjög kalt. Ég skynjaði það að það var að falla snjór á umhverfið. Lítið föl, draugalegt, ömurlegt. Og svo var það að utan úr myrkrinu heyrðum við nálgast fótatak. Og svo kom bara einhver af þessum litlu djöflum og stakk okkur hvern af öðrum í bakið gegnum hjartað. Þarna í raun og veru endapunktur minnar fortilveru. Kveikjum einnig kertaljóð
Þú eru löngum verið forvitin, vildurðu fara til náms? Já, ég vildi mjög fara til náms og það voru ákveðlega erfið ár frá fermingu og þar til loks að ég komst að Eiðum. Mér langaði ákaflega mikið í skóla. En það voru bara ekki nokkur möguleikar til, fátæktin var svo algjör. En þú fórst í Eiðaskóla? Jú, vegavinna og fleira. Bjargaði hínu loksins tvítugt að ég komst. Hér logaði fyrir örfáum árum eldur og hlóðum. Hér bakaði móðir brauð á kullandi glóðum. Hér felldi hún tár forðan þraut og faldi eldinn. Hér kraup hún og bað fyrir börnum sínum á kveldin. Og héðan var lagt af stað fyrir stundu stemt út í bláinn. Engan að kveðja eldur hlóðan á dáinn. Hingað leitar þó löngunin íls lindir klaka. Héðan lá vegurinn út en enginn tilbaka. Hvernig var að koma í skóla? Það var ákaflega merkilegt fyrir mig að koma að Eiðum. Þarna var allt nýtt. Ég hefði aldrei séð rafmagnsljós og ég hefði náttúrulega aldrei séð tré og ég hefði aldrei séð klósett. Og þetta voru hallir og salir og allir fínir og þetta var stórmerkilegt. Var konuðin á Eiðum? Er hún þaðan? Já, hún var á Eiðum. Hún var hjá skólastjóra hjónunum, Jakob Kristinsinni og Helgu, konu hans. Og þar sem að hún var systurdóttir Helgu, konu Jakobs, þá var þarna náttúrulega á nokkurt borgarvirki að sækja. Því að þau ætluðu henni ekkert fara að binda trúss við einhversa stráka í stanna landi. Viltu segja mér nafn konuðinnar? Unnur Friðbjarnardóttir, skálds í Staðartungu í Hörgárdal. Þú talaðir Jakob Kristinsson. Hann var í dulspeki. Já, hann var göfur maður og einn úr hinu hvíta bræðralagi. Hafði hann áhrif á þig? Já, ég býst fastlega við því. Ég býst við því hann hafi bæði haft áhrif á mig til skáldskapar og hugsanir andleg efni. Hann kenndi þarna bókmenntir og hann útskýrði kvæði Einars Benediktssonar þannig að þó að ég þekkti þau fyrir, þá lukust upp fyrir mér algjörlega nýjar heimar. Af hverju fórstu til Akureyrar? Vegna þess að mér datt í hug að verða menntamaður og fara í menntaskólann á Akureyri. Var það eina ástæðan? Það var líka kona hérna út í Hörgárdal sem ég vildi gjarnan vera í námunda við. Var hún þá farin frá Eiðum? Já, hún fór vorið bara eins og aðrir skóla. Var það fastmælum bundið á milli ykkar eða hvað? Ég held að hafi nú ekki verið skriflegir samningar en svona hugurinn það veit. Já. Og hvernig var hægt að fara til Akureyrar frá Eiðum á þeim dögum? Sko, fyrst löbbuðum við, þarna vorið, við löbbuðum við einhverja voðalega heiði niður á Seyðisfjörð og fórum svo með skipi norður á Bakkafjörð og hún náttúrulega allavega norður. Það hefði ekki verið, það var ekki mikið bíla, sko. Þú sigldir inn Eyjafjörð? Ég sigldi svo haustið inn Eyjafjörð þegar ég fór hér norður í skólan og það var blæjalogn og það var svo fagurt. Þegar þú röltir upp brekkuna, varstu með einhverjar áætlun, einhverja drauma að verða eitthvað? Ég hafði nú raunar aldrei átt nema einn draum og það var að verða rithöfundur og skáld og ég held að ég hafi ekki búist við því að hann myndi auka mér íþróttina, ég veit það ekki. Ég held ég hafi ekki hugsað mikið það. Léstu menn vita af þessum draumi þínum? Ég lét snemma vita og það nú það skemmtilega að strax haustið þarna þá kom til mín Emil Björnsson sem síðar varð sjöra og spurði hvort ég ætti ekki ljóð í Munin og það kom þetta kvæði strax í fyrstu blöðunum og sjálfur skólameistari kom á móti mér og sagði þér skáld Kristján og þetta var mjög gott veganesti. Já. Hvað varstu lengi í menntaskólanum, Kristján? Og það var nú tæpur veturinn því ég veiktist seinni parti vetrar og var að hætta. Hvað var aður? Nú ég var samkvæmt
myndum skráður berklasjúklingur. Ég hafði fengið þarna brjósthimnubólgu en það batnaði nú fljótlega. Hér nóg af ýmsu góðgæti, bjúgu, svínslæri og alls konar kjötmeti. Það var nú ekki amalegt að næla sér í eitt reykt svínslæri. Að mest hvað þau hanga hátt uppi. Já, þau hanga mjög hátt. Hver var að tala? Það var bara ég. Hvað ert þú að gera hér? Mér var boðið hingað. Nú, hvers konar mús ert þú eiginlega? Ég er húsamús. Á ég að syngja fyrir þig? Nei, ekki gera það. Þá gæti ykkur heyrt til okkar. Nei. Fólkið er allt saman farið inn til þess að borða og það tók hundinn með sér svo að það heyrir enginn til mín. Jæja, allt í lagi, syngdu þá. En ekki of hátt. Nei. Ég samdi það sjálf. Vá. Ég er heldri húsamús, hefi allt sem þarf til bús, magal, bæð og bringu kolla, bústin, kof og spergla holla. Fæ mér bita og vita í senn bragð og delta, vítíminn uni við það alla daga, enda hef ég góðan maga. Þetta var ógæt vísa hjá þér. Miklu betur en allar þessar grænmetisvísur. Þær eru svona óttalegt bull. Já, það finnst mér líka. Jæja, Kristján minn, þú fórst nú hérðan suður og allt í næstu konum til Hveragerðis. Já, sko, þessar myndir að 1950 hafði ég fengið í bæki líka og konan var þá að koma á fætur og við höfum heyrt að í Hveragerði væri mikil lífslind sem hét Leirinn, Hveraleirin og svo var þetta skálda bær. Það voru margir listamenn. Sko ég held að mig segja að á sumrin hafi verið þarna 15 fullgildir listamenn. Það ýmist bjuggu þarna eða þeir voru þarna í sumarhúsum sínum. Var gaman þarna í Hveragerði? Já, þetta voru mjög góð ár. Það voru þarna snilldarmenn, Jóhannes, Gunnar, Kristmann, svo aðeins fáinn séu nefndir. En það sem einkenndi Hveragerði, það var þrennt. Það voru gróðurhúsin, það var skáldskapurinn og það var pólitík. Nú. Menn voru aldeilis óskaplega pólitískir þarna. Og satt að segja var ég þarna í dálnum vanda því að Kristmann og Gunnar voru ekki alveg á sömu línu í pólitík. Ég var vinur beggja en hvorum trúr. Annar vildi teygja mig til hægri og hinn vildi teygja mig til vinstri. Og þetta var töluvert mikil togstreita. En ég stóð á mínu að ég til. Og svo komstu hingað aftur til Akureyrar? Ég kom hingað 61. Þá vorum við orðin 3. Því 1959 fæddist Óskarsonurinn Kristján sem nú stundar doktorsnám í heimspeki Skotlandi. Og hvernig hafði Akureyri breyst á þessum árum? Alveg ótrúlega lítið að mér fannst, þó hafði tímalega stekkað eitthvað en mér fannst þetta að vera allt sama fólkið og allt jafn yndislegt og það hafði áður verið. Ég var ráðinn samstarfsritstjóri við blaðið Verkamanni hér á Akureyri. Það segir þið. Hvað kom til? Jú. Nú það kom til að... Var það búið að teygja þig til vinstri í Hveragerði? Nei, ég var alveg, þá var verkamaður svona frekar farinn að halla undir til hægri. Var það? Já, það mátti segja það og átti eftir að gera betur.
Nei, Þorsteinn Jónatansson var ritstjóri Verkamannsins, mikill vinur minn, og hann hóaði í mig og bauð mér starf við blaðið með sér. Og ég var afskaplega feginn að komast í norður. Utan úr mjallhvítri auðn, árdegis kemur þú, skuggi dökkur. Flöktir með húsum hlöð, hverfur á brott undir rökkur. Nákominn mönnum, alla þó einhvers dylur, engin í hug þér veit eða söng þinn skýlur. Ótta þú vaktir hjátrúar fullum heimi, hvar sem dauði fór yfir varst þú á sveimi. Hvort ert þú holdtekinn vá eða varnaðarboði, vanmáttur Guðs eða styrkur? Hvort ert þú svartur fugl eða fljúandi myrkur? Já, ég held að við getum nú skapað okkur bæði fegurðina og gleðina með sjálfum okkur, heima hjá okkur. Og mér hefur reynst vel, ef ég hef átt eitthvað erfitt, að tauta einhver svona orð fyrir minni mér. Þetta eru nokkurs konar bæn. Ég hef kannski sagt þér frá því þegar að 3 línur úr kvæði eftir Guðmund Böðvarsson björguðu sálarheil minni og kannski líkamlegri heilsu líka. Láð mér að heyra. Það var þannig að hér geisaði fyrir mörgum árum síðan svokölluð Akureyrarveiki. Einn dag fann ég að ég var að fá þessa veiki. Það var eins og stungi nálum í hnakkan á mér og ég var afskaplega hræddur. Ég var skynsamari, ég lagðist upp í rúm og tautaði fyrir munni mér setningar eftir Guðmund Böðvarsson, minn kæra vin. Vertu rólegur, drengur minn, dagur og nótt skulu mætast og draumar þíns í hjarta í nótt. Ó, þeir munu rætast í dag. Ekki einu sinni, ekki tvisvar, 10 sinnum, 20 sinnum. Og ég sigraði. Söngurinn þagnar, sólinni daprast flug, sveipar kvöldið jörðina hljóðri dul. Nóttinni fylgir myrkur og morgni kul, og blöðin mín grænu orðin gul. Skart mitt þau voru, ég skelfist, þau eru dáin. Skógarins drottin mér reiður, hvað hef ég gjört? Stormurinn hlakkar og feykir þeim burt út í bláin. Mér finnst ég eldast mjög hratt. Og hvernig að eldast mjög hratt? Það erfitt. Ég hef oft undrast það fólk
fólk sem ég heyri svona 60 fara að hlakka til að komast á ellilaun. Guð minn góður, svo misskilningur. Það eitthvað sem er að mást af okkur, bæði hið ytra og hið innra. Maður verður sljór, hugmyndalítill, maður verður seinfær og getur ekki gert það sem maður gat gert og hinir gera í kringum hann. Það erfitt. Vinirnir, samferðamennirnir, þeir deyja af manni og maður einn. Allt þetta er mjög erfitt. Er ekki þægileg tilfinning að hafa ort sig til eilífðar? Já, hver hefur gert það? Ég í raun og veru úr leik. Það nú það hörmulega að við þessi skáld sem vorum upp á okkur besta, svona 50-60, við erum ekki lengur talin gild. Hér gerðist geysileg bylting og þessi bylting var þetta stríðið. Þá reis upp hópur mann á Íslandi sem kallaður atómskáld. Þau hafa verið að vaksa og dafna síðan og ekki hafa þau batnað. Þó hafa þau unnið þann afrek í menningarlegu tilliti að þurrka út helsta einkenni íslenskrar tungu sem eru stuðlar og rím. Það ekki svo lítið eftirmæli sem slíkir menn munu fá. Hvernig viltu hafa þín eftirmæli? Já, þetta hafi verið bara allra sæmilegasta skáld og besti drengur. Það sko notalegt.